Já, komið sæl. Ef þið þekkið mig ekki, þá heit ég Áslaug og djákni hérna í kirkjunni. En forspilið sem kórinn söng lag eftir hann Óskar og textinn setur einmitt línuna fyrir umræðu efni kvöldsins. Hann læknar sjúka, gefur sjón þeim blinda. En við skulum hefja stundina eins og allar aðrar stundir með því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Svo skulum við fara saman með fallegu bænina eftir hann Hallgrím Pétursson. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og það svolítið skemmtilegt að á síðu þjóðkirkjunar að þar má finna alltaf sálm dagsins fyrir hvern sunnudag. Og í dag það sálmurinn Sú trú sem fjöllin flytur, sem eftir Helga Hálfdanarson, en náttúrulega í sérstöku uppáhaldi hér í Lindakirkju, að því að lagið eftir hann Guðmund Karl Brynjarsson, eða Gummakalla okkar sem núna á Ítalíu. Og endilega verið dugleg að syngja með. Flytur
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guð í upphæðum Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Fyrri ritningalestur úr Rómverjabréfinu, 12. kafla. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna, oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn. Að því leyti sem það unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs að refsa eins og ritað Mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir Drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn, hann úr Samúelsbók 17. kafla. Fílisteginn hélt af stað og gekk fram gegn Davíð. Hann hljóp hratt á móti honum í áttina að herfylkingunni. Stakk hendinni í töskuna, tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði fílistegan í ennið. Gróf steinninn í enni fílistegans sem féll á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð fílistegan með slöngvu og steini. Hann felldi hann og drap án þess að hafa sverð í hendi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Kórinn ætlar næst að flytja fyrir okkur lag eftir André Krauts, sem einn af okkar uppáhalds lagahöfundum. Og hann Gísli, hann ætlar að leiða þetta. En Jesús alltaf svarið. Jesus
discouragement and peace you cannot find. Reflections of the old past, they seem to face you every day. But there's one thing I know for sure. Jesus is the way. Let me hear it out. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your sky's been dark and you think the sun won't shine. And in case you don't know, I'm here to tell you that the word of God is true. And everything that he promised, He will do it for you. let me hear it out. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus, he is the answer for the world today. Above him there's no other. Oh, Jesus, he is the answer for the world today. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the way. And the light, Jesus is the way. the truth and the light. Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. Þeir sem eiga auðvelt með, mega rísa á fætur. Og við skulum heyra heilagt Guðspjall, sem úr Matteusar Guðspjalli, 8. kafla. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði: Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snartan og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Jesús sagði við hann: Gæt þess að segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jesús kom til Kapernám, gekk til hans 100-höfðingi og bað hann: Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. Jesús sagði: Ég kem og lækna hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum játa okkar heilug trú. Og við stöndum áfram. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar.
Ég trúi á Jesúm Krist, hans einkason, drottin vorn, sem getin af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grað. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp til dauðum. Steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá megum við setjast. En áður en við höldum inn í söguna sem ég ætla að segja ykkur hérna á eftir, þá langar maður að deila með ykkur lagi sem heitir Vögguvísa. Lagið var samið þegar við fjölskyldan vorum í ferðalagi á Súðavík í 1 viku fyrir mörgum árum síðan. Og mörg ykkar hafa kannski hort nýlega á heimildamyndina Fjallið öskrar sem fjallar snjóflóðin sem var í Súðavík fyrir 30 árum. Og þar voru svo margir sem mistu svo mikið. Þannig að þegar við vorum þarna þá horfði ég alltaf upp í þetta fjall sem bæði tignarlegt en líka rosalega ógnvekjandi. Og ég hugsaði alltaf kvöldið áður en snjóflóðið féll. Og ég hugsaði móðirin sem leggur barnið sitt til svefns, signir yfir. Kannski var þessi hugsun svona lituð af því að minn sonur sem var lítill á þessum tíma var svo oft í lífshættu. En ég ætla að leyfa ykkur að heyra þetta lag. Og það eru þær frænkurnar Hjördís Anna og Erla Gerður sem ætla að leiða þetta ásamt kórnum. Og já, þess má geta að þær voru nú einu sinni í unglingagospelkór Lindakirkju. Og Hjördís nú farin að stjórna honum núna, þannig að Falda tekur
Hann stakk hendinni í töskuna, tók úr henni stein og slöngvaði. Steinninn grófst í enni Golíats sem féll á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð Golíat. Seinna nafnið hans Davíð, því að okkar Davíð skildi sigra sinn Golíat. Sigra sinn risa og þær orrustur sem fylgja því að vera langveikur frá fæðingu. Hann fæddur í desember 2004 og 2 vikna þá var hann lagður inn á spítala nærri dauða en lífi. Þetta var 21. desember. Við dvöldum á barnaspítalanum fyrstu 3 mánuðina og svo nokkru sinnum á ári og áfram næstu 19 ár. En til að gera langa sögu styttri, þá var ég sjálf á þessum tíma algjörlega án vitneskju það að það væru sjúkdómar sem að læknavísindin hefði ekki svör við. Ég man þarna 2004 að ég hugsaði, eftir ár þá verður þetta allt að baki. How little did I know, eða hversu lítið vissi ég. Næstu 18 árin fengum við engin svör hvað væri að honum, en hann hefði ekki lifað án þess að fá næringu í æð. Hér smá innskot að næring í æð ekki það sama og vökvi í æð sem fólk fær gjarnan í veikindum. Næring í æð aldrei gefin nema vel ígrunduðu máli og þarf þá að fara í gegnum stórar æðar, annarkvort með sentralínu eða lyfjabrunni. Og þessu fylgir mikil blóðsýkingarhætta og okkar maður hefur sigrað nokkrar rimurnar í þeim efnum. Þarna í upphafi þá var hann tengdur við dæluna 20 klukkutíma á sólarhring alla daga. Síðustu ár þá var hann tengdur 12 klukkutíma 4-5 daga í viku. Og þið sjáið að fyrir ungan mann að þá þetta mikil binding. En það fór hann aldrei neitt án þess að vera með okkur foreldrina í rassvasanum. Til að græja næringu, stingi lyfjabrunnin, passa dæluna og allt sem fylgir. Og ef við fórum erlendis, þá vorum við með svona sér handfarangurs heimil til að koma öllum vökvanum með og þá blönduðum við sjálf. Og vorum svona í raun eins og farans hátækni sjúkrahús. Hann fór ekki í sumarbúðir eins og systkinin eða í skólaferðalög. Hann fór bara ekkert án okkar. Og ég var alveg búin að plana að hann að búa hjá okkur eða að minnsta kosti í sama húsi alltaf. Nærri 20 ár af spítalaheimsóknum og innlögnum vegna alls konar sýkinga og oft var hann ansi hætt kominn, síðast bara núna í sumar. Hann hefur verið sendur til London, Boston, Gautaborgar í rannsóknir, en enginn fann hvað olli því að líkaminn starfaði ekki rétt. Samt var augljóst að einhvers staðar var klikk. Frá upphafi hefur verið mikið beðið fyrir honum. Bæði hér í þessum hópi og að fólki allstaðar úr heiminum. Í nærri 20 ár hef ég hrópað til Guðs, viltu lækna? Í öll árin sem þið hafið séð mig hér á pallinum, þá getið þið vitað að bænin mín var, viltu lækna? Ég skal líka viðurkenna að bænin mín var orðin ansi svona máttlaus á köflum. Meira svona eins og rulla sem ég fór með, góði Guð, viltu lækna? Án þess að trúa að ég fengi nokkuð tímann svar tilbaka.
Ég er búin að fara í marga hringi hvernig ég eigi að segja þessa sögu. Ég ætlaði að segja hana fyrir áramót, en beilaði, hætti við. Ég vildi fá lengri tíma. Ég vildi fá meiri sönnunargögn. Þannig að þegar við Dís höfum sammælst að ég tæki þennan sunnudag, var ég enn meira hissa þegar ég skoðaði guðspjall dagsins. Lækningartexti úr Matteusar guðspjalli. Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. Jesús sagði, ég kem og lækna hann. Ég hef svo oft haft setningu að leiðarljósi sem að Dís hefur sagt þegar hún segir frá sinni kraftaverkasögu. Og predikari segir við hana, Guð er staðfastur og hann klárar þau verkefni sem hann byrjar á. Við vitum að Jesús gekk á jörðinni og gerði kraftaverk. En það er kannski fjarlægar okkur að það sama gerist 2000 árum seinna. Við heyrum samt ótrúlegar sögur af lækningu og bænasvörum við vonlausustu verkefnum fólks. Ég nefndi söguna Davíð og Golíat. Þar sem hinn smái sigrar það sem í rauninni hljómar óyfirstíganlegt. Smaladrengurinn Davíð sigrar 3 metra háan stríðsmanninn með trúna á Guð að vopni. Guð hefur alltaf og mun halda áfram að nota fólk til góðra verka. Guð sem Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi. Í þessi næstum 20 ár eru ótrúlegustu hlutir sem við höfum lent í. Okkar Davíð hefur þó sjaldnast skilgreint sig sem sjúkling. Þrátt fyrir annmarka og flestir sem ekki þekkja hann myndi ekki einu sinni giska á að hann sé veikur. Sumir hlutir sitja meira í mann en aðrir. Og það var í einni langdreginni spítalaferð fyrir rúmum 2 árum. Og okkar maður, hann þurfti að sjálfsögðu að sinna verkefnum, þrátt fyrir veikindi. Og læknirinn, hann öskrar á hann. Það eru krakkar eins og þú sem detta niður dauð. Fallegt. Nei, þetta situr. En fyrir rúmu ári kom í ljós að genastökkbreytingu er að ræða. Hér getum við sett risa shout out á íslenska erfðagreiningu sem með þeim fyrstu í heiminum að setja þessa stökkbreytingu í sinn gagnagrunn. Því auðvitað var búið að margskanna, en þessi fræði eru í sífelldri þróun. Írar voru fyrstir, en þar á landi fundust 2 strákar með þessa stökkbreytingu. Það voru auðvitað mikil gleðitíðindi að fá loksins eftir 18 ára að vita hvað væri að honum. Því óttinn og kvíðinn sem lifir stöðugt með þér þegar þú veist ekki neitt, af því þú þekkir ekki óvininn, er nokkuð sem fáir skilja. En þá kom ný spurning. Og hvað eigum við að gera við þessar upplýsingar? Okkur var sagt að kannski innan 10 ára myndi vonandi finnast lausn. Írarnir höfðu prófað lyf og strákur þar hafði losnað við næringun í æð. Lyfið er nýlegt því það er enn í svona einkaleyfisfasa og ég get sagt ykkur að hver skammtur er fáránlega dýr. En saga stráksins á Írlandi er samsvarandi 3 krökkum hér á Íslandi. Og læknirinn sem sá málið hér berst fyrir því að þau fá að prófa þetta lyf.
Hér get ég sagt ykkur að bænin hefur komið sterk inn og margir bænahópar beðið. Ég get samt líka sagt ykkur að okkar Davíð og við vorum ekkert með háar væntingar að þetta myndi virka frekar en svo margt annað sem hefur verið prófað í gegnum tíðina. Árið síðar, september 2024, byrjar hann á lifinu. Í dag, 4 mánuðum seinna, eftir að tilraunin hófst, að þá er hann hættur með næringargæð. Lyfið er blandað og sprautað undir húð einu sinni á dag. Jesús læknar. Og frá árinu 2004 hef ég beðið lækningu. Guð gerir hlutina á sínum tíma. Læknavísindi nútímans voru bara ekki nógu þróuð. Genastökkbreyting sem enginn horfði á og þótti ekki nógu merkileg er uppgötvuð. Hann er fæddur á Íslandi. Íslands erfðagreining setur þetta í sinn gagnagrunn, einna fyrstir. Lyf sem er notað við öðru er prófað á Írlandi. Takk Guð. Minn maður er hættur með næringargæð. Hann hefur aldrei á sinni 20 ára ævi verið svona lengi án þess að vera tengdur við dælu. Ég skal viðurkenna að trúin getur verið ströggl. Og efinn að þetta endist. Ég er til dæmis ekki enn búin að pakka niður dælunni eða tæma skápinn með ógrynni af fylgihlutum. Síðustu 20 ár hafa verið lærdómsríkustu ár lífs míns. En allt okkar líf var skipulagt í kringum ósýnilega óvininn. Ég sagði við manni minn daginn, hver erum við á næringargæð? Ég veit það ekki, en við erum að komast að því. Guði er ekkert megn. Ég skal viðurkenna að ég hafði misst trúna á að þetta tiltekna kraftaverk myndi nokkuð tíma verða. Þakklæti er mér efst í huga. Okkar Davíð, okkar Matthías Davíð hefur sigrað þennan Gólíat. Með þakklæti í hjartanu, sálinni og þakklæti mínu til Guðs, fannst mér aðeins eitt lag koma til greina til að fá kórinn til að flytja eftir þessa sögustund. Það er annað lag eftir mig. Takk fyrir allt.
Finnst ykkur þau ekki æðisleg? En það er komið að bænastund og hér í Lindakirkju þá höfum við þann háttinn á að við biðjum í hljóði á meðan við hlustum á kórinn syngja. En það má að sjálfsögðu alltaf syngja með líka. Og einnig er hægt að kveikja á kerti í bænastjakanum hérna fyrir aftan eða skrifa bænarefni sem að beðið er fyrir á fimmtudagsmorgnum. Og við hlustum á fallega tóna. Fyrra lagið nú akkurat Was blind but now I see, Amazing Grace. Send
Takk Katrín, takk Kór, Óskar. En við skulum saminast í bæninni sem að Jesús kendi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þið sem eigið auðvelt með, megið standa á fætur og þiggja hina drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Þið megið líka bara setjast. Af því að áður en við endum þessa stund, þá ætla ég ásamt Óskari og Kórnum og Þóri að flytja lag sem ég samdi áður en við fórum með Matthías til Boston 2017. Fyrir svona ferð eðlilega sambland af spennu og kvíða, fáum einhver svör. Við dvöldum þarna í 4 vikur, en eins og ég kom inn á áðan að þá kom ekkert út úr þeirri ferð, annað en að við vissum alveg helling hvað væri ekki á honum. Lagið heitir My Prayer eða Bænin mín og það er svo skrítið með bænina að ég varð aldrei kvíðin eða hrædd þennan tíma við að hafa hana með mér. My Prayer. Oh Lord, hear my prayer. I seek out to you for your help. I'm aiming to a goal, but I am frightened. I need your courage to face my fear. Oh Lord, please hear my prayer. I'm asking you to hold my hand. My soul is scared of what is coming. Carry me throughout the storm. Please, Lord, mend the parts of my broken heart. Please, Lord, take my fear and let it go, let it fly away. Show me your prayer power and let me know that you're here to stay. Oh Lord, hear my prayer. I trust in you in times of need. Terrified in epic situation. Guide me on unknown path. Please, Lord, mend the parts of my broken heart. Please, Lord, take my fear and let it go. Yes, let it fly away. Show me your prayer power and let me know that you're here to stay. Oh Father, I depend on you. Your grace
never forsake me, merciful Spirit, 'cause my faith is in your hand. Jæja, nú er komið að lokum. Ég ætla nú að auglýsa næsta sunnudag, þá er fermingabarnamessa. Það er sjálfsögðu fyrir alla, en fermingabörn eru svona sérstaklega boðin velkomin. Og það verður svolítið svona skemmtilegt prógram. Það eru allavega 2 unglinga gospelkórnur sem ætla að syngja. Fermingabörn fara með bænir, Dilja og okkar, hún ætlar að syngja. Og Vibe-bræður, þeir ætla að koma og syngja líka fyrir okkur. Og ég hef heyrt í fleygt að hann Hálfdan ætla að vera með hugleiðingu. Hann Hálfdan og Vibe. Það getur orðið spennandi. En við skulum þá enda eins og alltaf og ég segi: förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.